einn sérstakann gest. Hann heitir Palinas og línan laus. Og hvað segir þú, Palinas? Hvernig finnst þér orkuverð hér á Íslandi verða? Mér finnst það nú allt of lágt. Það þarf að hækka eitthvað betur. Þarf að hækka bensínið meira, meinarðu? Já, það þarf að hækka meira. Já. Það er allt of stutt. Og í hverjum tilgangi þá? Til að gera neytenda betri. Já, akkurat. Þú meinar að þannig að þessi olíuríki græða eða? Já. Já, þannig að þið hafið það. Þessnast á íslenskum vörubílstjórum sem þurfa kannski að fylla vörubíla vatnsfeilverðana fyrir 100 kall. Íslenskir vörubílstjórar, þeir þurfa að fylla tankinn fyrir 100-200.000. Já, íslenski vörubílstjórar eiga eftir að þurfa að fylla tankinn fyrir 100-200.000. Já, fyrir eitt tank. Fyrir eitt tank, sko. Þannig að þú, já, þeir líst bara ljómandi vel á þessar hækkanir. Já, það máttum búast við þessu. En hvað með gróðurmálin, loftslagsmálin? Loftslagsmálin. Já, núna... Ég held að það sé bara hræðsluáróður í fólki. Hræðsluáróður? Hræðsluáróður. Nú fólk að reykja sígarettur. Í fjölmiðlum þá þetta bara hræðsluáróður. Já, í fjölmiðlum þetta bara hræðsluáróður. Já. Og þegar þú hlustar á fjölmiðla þá bara... Þá hlusta ég alltaf á jákvæðu fréttirnar. Alltaf á jákvæðu fréttirnar, já. Já, aldrei á neikvæða. Já, en nú fólk að reykja sígarettur og kaupa þetta rándýra bensínverð og það hlýtur að menga á Íslandi. Það mengar eins og allt annað. Mengar eins og allt annað, segirðu? Men ef þú rekur við, þá mengar þú náttúrulega. Já, það reka örugglega margir við flest spendýr á þessu landi. Já, og mannfólki líka. Og mannfólkið, við erum náttúrulega spendýr. En ekki þetta virkja vindin? Ha? Ekki þetta virkja vindin úr mannfólki? Það er nú kannski hægt að virkja gasið það sem kemur úr okkur, sko. Ég segi það. Það er alltaf hægt að tala við, fá hann, hvað heitir hann aftur fyrir gjöðum? Ég er bara að gleyma Guðlaugur eða eitthvað. Já, Guðlaug, það er nú hægt að... Ég man það ekki hvað. Nei, ég man það ekki heldur. Þetta er alveg bara, þetta ár er búin að vera svo skrítið að maður er alveg bara eins og hrærigrautur. Já. Hvernig finnst þér þetta? Meina, nú er COVID búin að vera og svo núna er þetta blessaða, já, bara átök. COVID er ekki til. COVID er ekki til, segirðu? Nei. Nei, hvað, geturðu eitthvað að sanna það eða? Já, ég tel mig á sannanir fyrir því. Þú telur þig hafa sannanir fyrir því? Þetta eru 7 sprautur í það heila sem fólk er að fá, sko. Er þetta 7 sprautur í það heila sem fólk er að fá? Sem er að uppverðu staðin, það verður þetta 7 sprautur. Já, þannig að þú sérð þetta svona alveg bara út, bara þú ert svona eins og miðill bara. Já, ég held að ég sé skegg, sko. Þú heldur að þú sért skegg? Já, stundum. En ekki alltaf. Ég er ekkert skegg. En já, ég tel mig þekkja þetta nokkuð vel. Þú telur þig þekkja þetta nokkuð vel, sko. Já. Og já, ég tel mig þekkja þetta. Ég er búinn að taka 3 og hef ekki... Ætlar ekki 4. og 5. Jú, örugglega.
Ég bara hlýði Víði. Hlýði Víði. Já, hann nú búinn að vera bakvörður hérna á landinu. En hvernig finnst þér að herinn komi til lands? Mér líst vel á herinn sem komi. Já, ég verð nú bara eiginlega að segja það að maður svona kannski... Og Ísland gangi úr NATO, sko. Ha? Og Ísland gangi úr NATO. Og en hvernig getur það verið þá? Þetta smá þversögn nefnilega. Já, þversögn akkurat, ég fatt það ekki. Fara inn í herinn en byrja herinn að koma, sko. Já. Þú ert að biðja, þú veist, herinn að koma og ganga úr NATO. Já. Já. Hafið það. Til þess er leikurinn gerður, segirðu. En ég tel sko að þetta COVID og allt þetta, það sé verið að afvegaleiða okkur með því að, þú veist, að beina sjónum okkar á eitthvað annað heldur en COVID með þessum sem er að gerast núna í Rússlandi. Já, þú telur það. Ég tel það eitthvað neitt, já. Ég held það. Já. Þetta er náttúrulega hrikalegar hörmungar sem eru að úti. Já, það er alveg rétt. Þetta sé fake news en sko... Er ekki bara einræðisherran að segja það? Nei, það er margir sem segja eins og á TikTok og fleiri stöðum. Já. Það er bara fake news. En ljósmyndir og vídeo segja mikið. Já, það var nú að koma ein mynd núna upp á yfirborðið, sko. Já. Og það var bara fölsu mynd, sko. Það var síka mynd af einhverjum líki, sko, og svo skreiðan úr tókanum, sko. Já. Þannig að, hann... Þetta er nú allt til í þessu. Það er margt til í þessu, sko. En það er allt til í þessu. Það er allt til í þessu. Já. Og hvað hefur stunda lengi að nú ert að hringja í beina línu? Bíp, já, hjá Ara. Ara, já, hvað er stundaði lengi? Ha? Hér er engin tímalína og engin engin filter og engin Það er filter, já, svo sko, já, fullkomlega. Já, hér máttu ræða allt, sko. En hvernig er það? Ert þú með filters lausar sígarettur? Nei, ég reyki bara Winston. Já. Já. Það er málið. Það er bara málið. Afi reykti alltaf kamel í gamla daga. Já, já, nei, amma mín reykti nú hana kamel filterslausan, 2 pakka dag. Gula, kamelljóninu sem var utan á pakkanum? Já, þetta var kamellón. Nei, þetta var ekki kamellón, hvað var það? Þetta, Hvað heitir þetta? þetta heitir, það fatt allir, þið sem fatti þetta, bara skrifi bara undir. Já. Og hann reykti þetta alltaf, sko. Hann reykti alltaf kamel filterslausan, já. Var ekki líka bara þannig að það var ekkert annað til? Það getur vel verið. Það getur nefnilega vel verið, sko. Já, svo fekk hann sér í nefið, það var eitthvað annar maður. Hvað, fekk hann sér nefið, hvað, það var kókaín eða? Nei, neftóbak bara. Manstu ekki dósunum, neftóbaksdósunum? Jó, neftóbaks, hello. We are talking about all and peace and peace and freedom in Icelandic. Ég var bara út af því það var einn sem var að kommenta undir og bara svo að að fólk ég náði ekki að lesa það sem var skrifað. Ég sá það sko. Já. Getur ekki máli. Nei. Þannig að við erum bara að tala lífið og tilveruna hér og línan er laus. Finnst þér það megi breytast
á þessari síðu sem ég með núna. Á ég að vera með svona opna línu eða fara í podcast eða Opna línu, Svo- taka fólk í viðtöl. taka bara fólk í viðtöl? Já, opna línu. Já. Ég mæli með því. Og það bara, hún á bara línan er laus. Línan er laus, Já. er staflaus. Já. Og bara friður og allt þetta. Og við, viljum, Það er betra að línan lausa heldur en upptekna. já, það er betra að hafa þetta bara live, bara. Já, Óklift, no filter, no fyrsta. þú veist. Mér minna hárið mitt bara upp í lofti, sko. Hann ætlar ekki að fá þig kamel fyrsta. Nei, ég verð nú að fara að hætta að reykja þetta ef alltaf að hækka þetta. Það er verið að segja bensínu og tóbakspakki bara upp í 2.000 kall. Já, þetta er bara eins og Nýja Sjálandi. Já, Það kostaði nú hátt í 2500 krónur þar, pakkin. Og ég mátti bara koma með heilan pakka, 20 sígarettur. já, mannst eftir Páli Arassoni. Páll Arason, já, ég man eftir honum, hann var helviti góður. Það var góður, sko. Mjög góður. Og það var mjög gott viðtal með hann Erp Eyvindarsson, Páll Arason. Ef þú værir ekki gamall kall, þá myndi ég stúta þér. Myndi ég kýla þig? Nei, hann sagði stúta þér. Já, þannig að ef ekki bara segja þetta bara gott. Nei, heldum áfram. Eigum við að halda áfram? Ok, endilega. Hvað er það myndir viðbók? Já, er eitthvað meira svona sketsi sem þú vilt koma á framfæri? Nú er skemmtanalífið byrjað. Já, skemmtanalífið er byrjað bara hérna á Íslandi og allir hafa gaman og nú er bara allt Allt í uppsefnu bara. allt í uppsveiflu. Geirmundur er komin á flug. Ha? Geirmundur, Geirmundur er komin á flug. Já. og við stefnaði að fara að banna Geirmundi, Ari. Með Geirmundi? Auðvitað. Já, til að fara í miðgar með þetta, sko. Já. Gömlu dansarnir á þetta. Ha? Gömlu dansarnir á þetta saman. Já, farið gömlu dansana, auðvitað. Já. Ha? Kúreka og eitthvað. Já. Það var mjög gaman. Þurftu ekki að vera í svona klæðina sem var bara 1904 þegar Jú. farið. Það er best. Já, hvað hétt þessi klæðinaður? Æ, ég maður ekki. Æ, þessi þáttur ætti eiginlega að heita ég man það ekki. Út af því að línan er laus, ég man það ekki. En hvað segir þú komst ekkert áfram í forsetaframboðinu þegar þú fórst þangað? Nei, ég tók framboð mitt tilbaka. Nú, Mér fannst bara, Davíð Oddsson var stór fyrir þig. það var bara spilling þarna. Þannig að ég sá bara það að, En það sem ég vildi segja að lokum, tjáningafrelsi er mjög mikilvægt á Íslandi. já, tjáningafrelsið er mjög mikilvægt. Það er alltaf verið að vinna hægt á tjáningafrelsi og mér finnst það bara sorglegt. Já, það er svolítið sorglegt að það sé verið að hefta tjáningafrelsi fólk og fólk fái ekki að tala og það fær ekki plattform eins og aðrir. Þú veist, þú þarft að vera eitthvað æðri en einhver annar en í raun og veru eru öll sönn fyrir Guði. Já, fyrir Guði. Þessi þáttur er að fá meiri hlustur en Armageddon á X-Tube. Já, örugglega. Já. Frost á mánuð á þeirra. Já. Elskarðu þá? Ég elska þá ekkert. Elskarðu þá ekkert? Nei, ég veit sko. Nú, af hverju? Já, ég veit það ekki, ég skal það áttalega einelti segir ykkur.
eineltissekir. Já, ég kannski spyr hann hvort hann vilji koma í viðtal eða kannski ég spyr hann að því. Ég er búinn að spyrja hann að því. Ég er á live og ef hann er ekki að horfa þá bara er hann búinn að svara. Er það ekki bara þannig? Það er bara þannig. En þetta er svolítið skemmtilegt að geta verið bara með live og sérstaklega þegar maður svona einmana sál eins og ég og ég er búinn að vinna sem liðveisla þín í hvað mörg ár? Já, það er eitthvað 20 ár. Það er að koma 20 ár sko og ég er nú búinn að bjarga heilsuðinni, er það ekki? Þú ert engin liðveisla, þú er svo bara, hvað með þetta sko? Ha? Þú ert engin liðveisla beint sko. Ekki. Þú ert ekki á launum við það að vera liðveisla. Nei, ég er ekkert á launum, ég er bara free spirit. Þú ert bara að gera þetta free spirit sko. Já, ég tek samt tíman. Já. Ég skrifa allt niður, sko. Og hvert sendur þú reikningin? Ég senda hann bara á þig. Á mig, já. Ha? Það er bara málið. Bara reikningurinn er sendur bara beint á þig. Já. Og hvað segir þú? Ætlarðu að gera eitthvað í sumar? Ég ætla að njóta þess að vera bara í garðinum í sumar og vera duglegur að gera YouTube-vídeó. Hvað segir mér hérna með Bandaríkjum og svona? Ætlarðu að fara eitthvað til Bandaríkjana? Já, ég ætla að fara núna aftur til Bandaríkjana og maður verður nú aðeins að fá að lifa, sko. Ætlarðu til að víða aftur? Til Ísrael? Ísrael? Nei, ég er búinn að fara þangað einu sinni, þannig að... Þú lendir nú í einhverju atviki þar? Já, þeir voru eitthvað að ásaka mig að ég var eitthvað bandamaður, bara út af því að... Skítræddur með þér? Nei, ég tók þetta bara aðrileysi, sko. Já, nú ertu að fá einhver skilaboð. Þetta er bara Snapchatið. Snapchat. Nei, þú veist, hvað gerist þetta í Ísrael? Ég skil ekki alveg. Það ég var bara tekinn bara fyrir. Varstu svona full spectrum? Ég var bara eins og Madonna og þegar þau voru á Eurovision, sko. Ég var bara tekinn fyrir eins og þetta lið. Það er bara út af því að ég er Ari Jósefsson. Þú veist að línan er laus? Hún er alltaf laus. Og jákvæðinni líka. Algjörlega? Alltaf með jákvæðinina í, þú veist. Hérna er frændi minn, sko. Hann Pétur, nei, hvað? Sólheimum. Getur í óháðasöfnuðinu? Óháðasöfnuði, ok, hvaða söfnuður er það? Já. Ég veit ekki hvaða söfnuður það er. Nú, það er óháðasöfnuðinu, ekki í honum? Nei, ég er bara í minni fríkirkju bara. Já, ok. Ég er bara í fríkirkjunni. Já. Þannig að það er gott að vera í fríkirkjunni. Ég er í þjóðkirkjunni. Þú ert í þjóðkirkjunni? Það er rosa góð kirkja. Já. Það eru góðir og slæmir hlutir alls staðar. Já. Það er alltaf svartir sögur alls staðar. Já, alls staðar. Er ekki lífið þannig bara að maður bara lærir af óförum sínum og bæti sig? Er það ekki númer? Já. Já, ég ætla að segja þetta gott í bili og ætla að kveðja ykkur og njótið bara dagsins í dag og elskið hvort annað og brosið til hvort annað og látið vita að þið sjáuð eitthvað ofbeldi eða eitthvað og bara við styðjum Úkraínu og hugsaum heil huga til þeirra og kveikjum kerti á kvöldin. Amen.